Kæru Grindvíkingar. Síðustu mánuði hefur farið fram vinna í samstarfi við Batteríið arkitekta gerð rammaskipulags fyrir Grindavíkurbæ. Rammaskipulagið unnið að frumkvæði bæjarstjórnar Grindavíkur. Það eru því Grindvíkingar sem eiga verkefnið frá fyrstu hugmyndum til endanlegrar útfærslu. Þetta er því verkefni Grindvíkinga fyrir Grindvíkinga. Framtíðarsýn bæjarins á að endurspegla vilja okkar. Og í rauninni það sem við erum að kynna í dag partur af svona stærra verkefni þar sem við erum að skoða allt bæjarsvæðið innan varnargarðana til þess að byrja með og svo seinna meir verður skoða göngutengingar og reiðstígar og annað slíkt út fyrir bæjarveggina, aðalega útfærslu á Víkurbrautina og sem myndi þá breytast í einhvers konar sýningagata sem væri hægt að keyra og ganga og hjóla og fá að upplifa það sem gerðist á þessum stað og það er svo sýnilegt á þessum stað húsin fóru svo illa í þessum jarðskjálftum og rífa húsin niður, búa til ramma sem sýna hvar húsin voru og svo stefnum við að vera með einhvers konar sýningar, ljósmyndir, táknrænu texti sem segir frá hver bjó í þessum húsum á þessum tíma og hvað gerðist og kannski, ljósmyndir að því þegar fólk að flýja, kannski ljósmyndir að því þegar fólki bjó þar. Og svo stefnum við að hafa verkalýðshúsi aðgengilegt því það frekar öruggt og þá getur fólk komið inn í það hús og bara séð veggirnir á ská og bara húsgögnin allt og fengið að upplifa þetta. Og svo í rauninni endar Víkurbrautin þannig að hún tengist við Stapagötuna og fer niður þá á Hafnargötuna og þar erum við að leggja til með að komi nýr miðbær Grindavíkur. Og allt þetta verkefni hugsað þannig að þetta byggst í skrefum. Það ekki vera að segja að við þurfum að koma hérna og bara hefja einhverja massa uppbyggingu. Við erum að hugsa þetta allt þannig að þetta gerist bara rólega og að þetta eru skref sem þetta ekkert rugl, þið vitið. Það bara verið að taka lítil skref og fólk alveg meðvitað hvað í gangi en samt sem áður viljum við taka skref til þess að tryggja að hér verði blómlegt líf í framtíðina. Og þegar Víkurbrautin breytir svo í Stapagötu og svo í Hafnargötuna, þar erum við búin að breyta lögunin á Hafnargötuna þannig hún sé ekki lengur þetta breiðstræti þar sem fólk hefur ekki til þess að halda utan sig. Og hjartað í þessu verkefni í rauninni svæðið á milli Kvikan og veitingahúsi Papas og þar leggjum við til að búa til torg sem hægt að gera með því að byggja 2 til 3 bara minni hús, engin eitthvað stór hús, bara lítil hús sem jafnvel væri hægt að færa en það myndi byrja þar á þessu svæði og mynda nýtt torg fyrir framan Kvikuna sem gæti þá verið nýtt af bara fólki sem verður í Grindavík áfram og líka Grindvíkingar sem munu koma í heimsókn og bara fólk sem kemur í heimsókn sem samkomustaður og að þar eflist stemningin sem var byrjuð áður fyrr sem myndaðist á milli Papas og Kvikuna og svo var náttúrulega Fyssast og Vigtina líka og vörina og fólk var að labba nú þegar á milli þessa staði og sækja þjónustu, kannski fara á sýningu í Kvikuna, fara og fá sér bjóri á eitthvað veitingahús og svo fara tilbaka í Kvikuna og það markmið að efla þessi stemning sem var búin að skapast áður fyrr. Og út frá þessum hjarta þá erum við að mynda bara minni þægilegri götur með því að sveigja í rauninni Hafnargötuna og þar í kring gæti byggst upp lítil íbúðarhús eða þjónustuhús önnur en samt sem áður erum við að nýta öll hús sem eru til staðar og það sem svo frábært við þetta svæði það eru bara stór og flott iðnaðarhús til dæmis og skrifstofuhúsnæði sem hafa verið nýtt hingað til sem eru bara í mjög góðu standi og það hægt að byggja í rauninni á þessum góðan grunn og bara reyna að efla hann. Og þá þetta í rauninni einhvers konar hringur sem endar og byrjar á Víkurbrautina og á Hafnargötuna og þaðan í rauninni dreifist upp, fer í gegnum
hópið, þar geti komið einhver sýning þar sem fólk geti fengið að upplifa sprunguna og mögulega komið nálægt henni og kannski labbað yfir hana og þaðan bara haldið áfram og farið í efra hópi þar sem fólk getur séð í rauninni húsin sem brunnu, labbað á einhvers konar brú yfir þau og svo enda á varnargarðana þar sem yrði útsýnissvæði þar sem fólk getur séð gígana, gígana út fyrir bæjarmörkin og gígana inn fyrir bæjarmörkin og þá myndi hringurinn koma tilbaka og fara á Stamphólsveginn. Þar myndi rísa minnisvarða og þar væri líka hægt að sjá að því að þetta einn af bestu stöðum til að sjá hæðamunurinn á milli Siðdalinn og svæði sem hreyfðist ekkert. Þannig við myndum gera það mjög sýnilegt á skemmtilegan hátt. Svo myndi bara leiðin halda áfram meðfram Salthúsið fyrst og svo íþróttahúsið og þá koma tilbaka á Víkurbrautin sem breytist í sýningagötu og svo þegar Víkurbrautin endast þá hún búin að breytast í Hafnargötuna sem orðin þá miðbær. Tillögunni ætlað að skapa bætt lífsgæði í Grindavík og skapa bænum sérstöðu. Rammaskipulagið ekki fastmótað plagg. Það opið ferli þar sem allar ábendingar og hugmyndir eru metnar og nýttar til að betrumbæta tillöguna. Hún verður svo kynnt á ný fyrir íbúum áður en næstu skref eru stigin. Ferlið því lifandi og sveigjanlegt. Samtalið heldur áfram. Þín skoðun skiptir máli. Hver og einn Grindvíkingur hefur hlutverk í að móta framtíð Grindavíkur. Því fleiri sem taka þátt, því betri verður loka útgáfan. Ég hvet ykkur til að kynna ykkur tillöguna vel, senda ábendingar og koma með athugasemdir. Markmiðið að endurbyggja Grindavík á sjálfbæran og markvissan hátt með skýrri framtíðarsýn Grindvíkinga að leiðarljósi.